Þetta við 4-0 tapmóti Breiðabliki, hvernig svona eru fyrstu viðbrögðin? Auðvitað ekki sáttu með úrslitin en ég verð bara að vera raunsýnn og við höfum ekki farið ofta á völlu í fulli stærð síðan í janúar og við verðum að taka þetta bara frá leik til leiks og mikil bæting á liðinu frá leiknum á móti Fram, svona meira aggression í okkur, meira tempo á okkur og betri varnarlega, sóknarlega ekki nægilega góður. Mér fannst við ekki, ef við má sletta aðeins svona nægilega clean í sendingum og náðum illa að koma okkur upp völlin einfallega út af því og svona nýttum okkar moment illa, þannig að ekki nógu sóttum með sóknarleikin en eins og segi varnarleikurinn var bara nokkuð góður fannst mér. 0-0 í hálfleik og það var ekkert mikið opnarnir, þetta lítur að vera bara allt í lagi þá? Já, en eins og ég segi, mér fannst við áttum okkar moment sóknarlega sem við fórum illa með og það svona maður ósáttur með það en eins og ég segi, við verðum bara, ég bara stoltur af liðinu og þú veist, við erum bara að vinna í aðeins öðruvísi aðstæðum en aðrir, ekki ég ætla að nota þess að neina afsökun skilur, ég er bara að horfa á þetta jákvætt að ef að Breiðablik kannski svona nálægt í að vera í sínu besta standi þá held ég að okkar liði sé, það er allavega, við höfum meira pláss fyrir bætingu ef það er að orða það þannig. Rauðarspjald á Elvar, einhverja skoðun á því? Já, ég held bara að þetta sé ekki rautt spjald, sko, ég held að þetta sé bara gult spjald og áfram gakk, sko, en það er snemmin í mótið og það er allir að reyna að gera sitt besta, verðum maður ekki að segja það bara. Hvernig staðan á Morten Olsen? Bara bólginu ökli og óleik fær fyrir þennan leik en klár í næsta leik. Hver kemur Pétur Bjarnason ekki inn? Já, bara öðruvísi leikur og bara eins og ég segi, hvað maður að segja, með stóran hóp til að velja úr og við ætluðum svo sem að setja hann inn á en svo er orðið manni færri þannig að mómentið kom ekki fyrir það en það er bara næsti leikur og við erum að reyna að fá alla menn á tærnar. Þú talar um sóknarleiki, það þarf aðeins að drilla hann, þú tekur vantar þetta? Já, algjörlega og ég drilla hann, við komum náttúrulega með ákveð leikballan inn í leikinn sem að kannski gekk ekki eftir vegna þess að sendingar ekki nægilega clean og enn og aftur, þú veist, við frábær völlu sem við erum á hérna í dag og við erum svona bara aðeins að venjast, við erum að koma okkur aðeins í gang og við erum líka svona, við erum hægir á boltan svolítið, þú veist, þá er ég ekki að menna sko, sá sem er með boltan heldur hlaupin eru hæg og það er svona lítil hreyfing í kring og við erum rétt að byrja. Hvernig þess að þetta er að koma hjá mér? Þeir náttúrulega ekki heimaleik alveg strax. Hvernig er bara stemningin í bænum fyrir liðinu og fyrir að móti sig komið? Finnur alveg að það er allt komið á fullt samt? Já, ég meina við fengum hörku stuðning hérna í stúkunni í dag og ég segi bara við okkar stuðningsmenn bara takk fyrir og ég vona bara að stuðningsmenn okkar eins og leikmenn viti að við erum rétt að byrja og við þurfum á þeim að halda út sísonið og það er bara það sem ég get sagt, bara greiðlega þakkláttur þeim og eins bara líka þakkláttur leikmönnum að leggja sig 100% fram í dag því að það vantaði upp á það í leiknum móti Fram. Bara eftir að upprunalega skýrslan þá kemur Elmar allir aftur inn í liða, var þetta einhver spurning eða bara einhver mistök í skýrslakar? Nei, alls ekki, bara vandamál með vefinn sko, við erum ekki í einhverju leik þar sko, þannig að bara eitthvað klikkar í skýrslugjörinni. Takk fyrir þetta. Takk.